Byggðastofnun hefur verið rekin með hagnaði síðustu 2 árin. Ársreikningurinn var staðfestur á stjórninni föstudaginn 13. mars og þetta eru hvað 350 milljónir sem að þið eru að skila í hagnað á síðasta ári. Hvernig farið það þessu? Já, þetta er auðvitað mjög ánægjulegt að ná þessum árangri. Þetta er þá annað ári í röð sem að stofnunin er rekin með ágætum hagnaði. Nú er það auðvitað svo í svona útlánastarfsemi eins og við rekum sem hefur fyrst og fremst að megin tilgang að tryggja aðgengi að lánsfé og staðsetningu. Þá getum við nú ekki reikna með árlegum hagnaði af lánastarfseminni, það er nú ekki hægt að treysta því, en það er auðvitað bara mjög gott að geta verið rétt megin við strikið og það styrkir bara stofnunin og eflir hana til að sinna sínum verkefnum enn betur. Förum aðeins með dýða, hvaða verkefni hafið þið? Hverju eru það sem? Það er nú með þessa stofnun að hún hefur svona býsna tvíþætt eðli og svo má segja. Annars vegar starfar hún sem svona kannski hefðbundin fjárfestingarlánabanki eftir öllum sömu reglum sem slíka starfsemi gildir og fjármagnar rekstur og uppbyggingu í fyrirtækjum og lánar þeim peninga. En á hinn bóginn þá hefur hún með höndum alls konar atvinnuþróunarstarf, rekur alls kyns atvinnuþróunarverkefni og byggðaþróunarverkefni vítt og breitt landið og hefur samstarf við sveitarfélög og atvinnuþróunarfélög land allt. Hvað ertu með margar starfsmenn? Við erum 24 núna. Hefur það verið stabíl fjöldi? Nei, það hefur nú heldur verið að fjölga hjá okkur. Annars hafa nú ekki verið mikla breytingar í starfsmannafjöldanum, en það var svona aðeins verið að fjölga með auknum og breyttum verkefnum. Þú ert búin að vera í hvað, 13 ár? Ég er búin að vera hérna síðan vorið 2000 eða sumarið 2001. Og hérna er akkurat, þetta er á Sauðárkróki, þú fluttir hingað. Já, já. Hvernig er að hafa þessa stofnun hérna? Það er náttúrulega bara alveg dásamlegt. Já. Við fluttum hingað fjölskyldan þegar það leyti sem stofnunin flutti hingað norður og þá var nú eiginlega skipt nánast alla starfsmenn hennar, komið þetta nýjir starfsmenn og við erum nokkur hérna ennþá og hefur náttúrulega líka það alveg stórkostlega vel. Þessi staðsetning hentar þessari stofnun alveg prýðilega og sé sjálf sér ekkert nema kosti við það. Auðvitað er það svo að við þurfum að vera mjög duglega að ferðast og hitta fólk land allt og við þurfum auðvitað að sækja mikið til höfuðborgarinnar og gerum það. Þannig að hér geta menn ekki verið mjög sporlætir til að vinna. Hvað heldur þú sért að keyra til þess að árið? Ég gæti haldið það að ég væri að keyra alveg 30.000 og jafnvel meira kílómetra á ári. Hvað segir? Það er allt árið kring og kannski ekki síst yfir vetrartímann, eiginlega mest þá. Þannig að við ferðumst mjög mikið í okkar vinnu hér í þessu starfi. Og hvað gerir þið? Þú ert að keyra 30 kilometrar margir klukkutíma sem það eru. Já, já. Hvað gerir maður? Hlustar maður á útvarpið? Já, það er nú einhvern veginn þannig að þetta er ofta ótrúlega góður tími til að leysa ýmis mál. Bæði náttúrulega nota starfsfólki tækifærið og spjalla saman og skipuleggur sig og svo einhvern veginn bara að leysast ýmis mál þegar menn er að keyra og hugsa málin. Þannig að það getur verið bara mjög þægilegt, en auðvitað getur þetta verið þreytandi þegar þetta komið seint fram á kvöld og tala ekki að veður er leiðileg eins og þessi vetur hefur náttúrulega verið alveg óskaplega erfiður. Það er nú það skemmtilega við þetta starf að maður náttúrulega kynnist og þekkir fólk allt land og þekkir eiginlega orðið aðstæður í hverju einasta byggðarlagi í landinu mjög vel. Þannig að það er auðvitað kostur og styrkur þessara stofnunar og að hennar starfsmenn hafa þessa þekkingu og það er í rauninni hvergi vildi ég meina meiri þekking á aðstæðum í landsbyggðunum heldur en einmitt hér í þessari stofnun. Hvernig líður landsbyggðinni? Henni líður nú bara heilt yfir bara vel og kannski sjaldan betur. Það eru auðvitað þannig að aðstæður eru bara mjög misjafnar. Sumstaðar bara gengur mjög vel. Sumstaðar eru einhver vandamál eins og gengur, en heilt yfir þá held ég að þetta bara gangi allvel. Það er náttúrulega mjög sterk svæði orðin í öllum landshlutum eins og Mið-Norðurland og Mið-Austurland og nú sjáum við til dæmis mikið vöxt á sunnanverðum Vestfjörðum sem hefur nú lengi verið náttúrulega í gegnum tíðina
svona gengið á ýmsu skulum við segja. Þar erum við að sjá mikið vöxt núna en það er auðvitað mjög ánægjulegt að sjá það breytingu til dæmis sem að þar að verða og auðvitað á bara fjölda mörgum stöðum. Við erum til dæmis að vinna í verkefnum sem við höfum kallað brothættar byggðir og höfum verið að vinna þar með tilraunaverkefni á Breiðdalsvík, á Raufarhöfn, Bíldudal og í Skaftárhreppi og við erum að sjá þó nokkra fjölgun á þessum stöðum núna á milli ára í íbúafjölda. Reyndar á Breiðdalsvík, þar stendur þetta í stað. En er eitthvað skýring á þessu? Já, við viljum meina að þetta verkefni sé að skila okkur býsna góðum árangri til dæmis bara því að það er svona orðin stöðugari atvinna til dæmis eins og á Raufarhöfn yfir allt árið. Og það er að verða mikil uppbygging á Breiðdalsvík. Þar er gamalt frystihús að fá nýtt hlutverk og breyta starfsemi og það er svona bara hugur í fólki og einhvern veginn þetta þjappa fólki saman og svona meiri bjartsýni. En eru þessar brothættu byggðir eiga eitthvað eitt vandamál sammerkt? Það eiga það náttúrulega sammerkt að það hafa svona lengi glímt við svona viðvarandi fólksfækkun og kannski einhæfni í atvinnulífinu og viðfangsefnið nú ekki síst kannski svona skjóta fleiri stoðum undir atvinnulíf á þessum stöðum og það skipta auðvitað óskaplega miklu máli hlutir eins og fjarskipti og gott aðgengi að þeim og samgöngur og þetta eru fjöldamargir hlutir sem það þarf að laga og það auðvitað við fjölmörg byggðarlög. Þannig að þú lætur ekki deigan sig að framtíðin er ekkert svona svört eins og margir Nei, við erum náttúrulega alveg ódrepandi bjartsýnisfólk sem að vinnum hérna og sjáum ekkert nema tækifæri og þannig verður það náttúrulega að vera.